Ágæti áhorfandi, ég heiti Sigurjón Þórðarson og formaður Frjálslyndaflokksins. Nú berast fréttir af því að Jóhanna Sigurðardóttir og ríkisstjórn hennar vilji halda óbreyttu kvótakerfi næstu 2 áratugina. Kerfi sem hefur brotið í bága við jafnræði borgarana og sært réttlætiskennd almennings og að auki fengið falleinkunn hjá Sameinuðu þjóðunum. Hversin í ósköpunum vill Jóhanna Sigurðardóttir og ráðherrar í ríkisstjórn Íslands halda í kerfið? Upphafleg markmið kerfisins var að veiða árlega 500.000 tonn af þorski, en veiði núna einungis 160.000 tonn, en það svipuð veiði og veiddist árið 1911. Skuldir sjávarútvegsins hafa margfaldast þrátt fyrir að skipakostur hafi elst. Með öðrum orðum, peningarnir hafa streymt í stríðum straumum út úr greininni. Megnið af þeim 57 togurum sem enn stunda veiðar á Íslandsmiðum orðnir fjörgamlir. 23 á fertugsaldri og 1 á 50-saldri. Einhver annar atvinnurekstur hér á landi sem nýtir jafngömul atvinnutæki? Staðreyndin sú að einungis 2 af 20 stærstu fyrirtækjunum í sjávarútvegi sem ráða yfir 84% kvótans yngri en 30. Kvótakerfið harðlæst. Kvótakerfið vont fyrir almenning, en mögulega gott fyrir fjórflokkin vegna þess að þeir sem handhafar kvótans hafa fóðrað fjórflokkin. Frjálslyndi flokkurinn hefur árabil barist gegn kerfinu og bent á betri lausnir. Við ætlum að halda því áfram og ég vona svo sannarlega að almenningur leggi okkur lið í þeirri baráttu.